Ég var á ekki móti, það var bæði mót og fundir, trúboðafundir austur í Fljótshlíð núna. Og þar voru tveir forstöðumenn frá Englandi. Og það var mjög uppörvandi að heyra hvað þeir höfðu að segja. Þeir voru svona með orð til okkar og þegar við hugsum England þá alltaf svo neikvæðar fréttir sem sagt það verið og reyndar sögðu okkur líka aðeins frá því að í Aberdeen þar eru þeir að loka kirkjum og man ekki og breyta því í bari og næturklúbba og þeir hæðast yfirleitt að kristindómnum með nöfnunum sem þeir setja á klúbbana. Að einhver hét The Ministry og annar hét The Soul. Ég man ekki hvað sá þriði hét, en það var allt svona að hæðast að Guði. En á sama tíma að þessi forstöðumaður sem bjó í Aberdeen, að hans kirkja telur orðið 1000 manns á þessum guðleysis tímum. Og það fannst mér uppörvandi að heyra. Það var annar maður frá Newcastle. Hans kirkja orðin 700 manns og það var líka ánægjulegt að heyra. En það sem að gerast í Aberdeen að kirkjan þeirra orðin of lítil og bærinn búinn að bjóða þeim svona. Hann sagði okkur frá hvernig hann hefði svona komist í kynni við lögreglustjórann, borgarfulltrúa, haft bæna morgunverð með stjórnmálamönnum í borginni og fengið að biðja með þeim. Og þeir eru búin að bjóða þeim stórt, þar sem við köllum Exhibition Center, sem stórt, held ég fjölnota hús, miklu stærri en Laugardalshöllin og með viðbyggingum og eitthvað sem metið á 21 milljón punda og þeir geta fengið þetta fyrir 3 ár. Og svo bara spurning hvort þeir eru svona í ferli að skoða málið hvort þeir geta tekið þetta en því að það líka rekstra kostnaður á svona húsi. En það bara blessaði mig svo mikið þar sem þeir voru að segja hvað Guð að gera og hvernig þeir svona, byggja upp sína söfnuði og gaf mér allavega nýja von að ef að kirkjan getur vaxið í Aberdeen, ef hún getur vaxið í Newcastle, að þá getur hún vaxið í Keflavík. Ef við erum tilbúin til þess að kannski taka við því sem Guð vill gera og breyta. Það kostar alltaf breytingar og það kostar það líka við þurfum ég var að hugsa bara allir sem sitja hérna inni, þegar kirkjan byrjar að vaxa, að þeir verða leiðtogarnir í kirkjunni. Að við sem erum hérna, að við tökum við fólkinu sem á eftir að koma inn. Og þá vantar mig gleraugu mín. En mér langar að halda aðeins áfram með það sem ég var að tala síðast og það kannski tengist þessu að kirkjan, hún þetta ljós sem við viljum að kirkjan sé ljósin í bæjarfélagið okkar. Og í síðara Pétursbréfi þá segir að en þá áræðanlegra oss því nú hið spámanlega orð, það rétt að við að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. En þá áræðanlegra oss því nú hið spámanlega orð, það rétt af yður að gefa því gaum eins og ljósi sem skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. Sjáðu, það eru margir dimmir staðir. Jú,
Þetta allt inni. Þetta annað Pétursbréf, 1. kafli, 19. vers. Það kannski bara einhver tölvutrópull. Annað Pétursbréf, 1. kafli, 19. vers. Og ég ætla að lesa það bara aftur. En þá áreiðanlegra oss nú því þið spámanlegra orð. Og ef þið lesið samhengi þá hann að vitna í hérna það sem gerist á ummynduna fjallinu, að Guð, hann staðfesti að Jesús væri hans sonur. Og við getum þess vegna sagt að orðið, það hefur ræst og að rætast, en það sem ég langar að benda á að við höfum marga dimma staði á Íslandi. Og ég man þegar foreldrar mínir fluttu frá Siglufirði, að þá var eins og fólkið í bænum að það sagði, enginn sem ætlar að taka við, enginn sem ætlar að halda ljósinu logandi. Höfðu komið á samkomur? Nei. Pabbi og mamma þau voru með barnastarf þarna í 17 ár og það voru 2-3 kynslóðir af börnum og unglingur sem fóru í gegnum kirkjuna hjá þeim og margir sem sumir í kristilegu starfi í dag, eins og Barbara mín, sem fekk grunninn þar og en sjáðu, það var ljós og fólkið í bænum tók eftir því þegar ljósi fór og við erum ljós á myrkum stað. Við erum það hvort sem að við vitum það eða vitum það ekki. Fólk að lesa líf okkar. Við erum ljós þar sem við erum á myrkum stað. En heimurinn sem við lifum í, ég kom aðeins inn á þetta síðast að við þurfum að Páll postuli, hann þráði svo að þeir héldu hjarta sínu hreinu. Þeir létu ekki afvegaleiða sig, að hugsanir þeirra myndi ekki spillast. Og Jesús Kristur, hann talaði því spámanlega orði í Jóhannes 3:19, hann sagði að menn myndu elska myrkrið meira en ljósið. Menn myndu elska myrkrið meira en ljósið. Oft það að þetta dregur úr okkur og við segjum þýðir þetta eitthvað. Ef einhver annar elskar myrkrið meira en ljósið, þá á ég bara að láta ljós mitt skína enn meira. Amen. Ég læt bara ljósið mitt skína enn meira til að lýsa upp myrkrið í kringum hann. Og þegar við gerum það, að í raun og veru, þá getur fólk samfæst synd, réttlæti og dóm. Rómverjabréfið, það annað spámanlegt orð sem segir að þeir reyna að kæfa, slökkva ljósið. Amplified Biblian segir, who in their wickedness hinder the truth and make it inoperative. Það eru menn sem að reyna að hindra sannleikan og koma í veg fyrir að sannleikurinn hann fá að vera í operation, segir enska orðið, að hann sé virkur, að hann sé lifandi á meðal okkar. Og það svo sorglegt þegar það gerist og jafnvel þeir sem tala sannleikan, að þeir jafnvel hindra að sannleikurinn nái fram að ganga. Í Predikaranum 8:11 þá segir, og predikarinn hann er með svona yndisleg komment, það á eftir orðskveðunum. Það segir, af því að dómi við verkum illskunnar ekki fullna þegar í stað, þá svellur mönnum móður til að gera það sem illt er. Sjáðu, menn sem elska myrkrið, að þeim svellur móður og þeir eru bara uppörvaðir í sínum myrkraverkum af því að þeir segja, það engin Guð til og það verður engin dómur og þetta bara allt í lagi. Mönnum svellur af því að Guð í kærleika sínum dæmir ekki strax. Þá svellur mönnum móður til þess að gera það sem illt er. Biblían, hún með þetta allt saman.
spámannlega orðið alveg eins og rauður þráður í gegnum biblíuna, ritninguna. Nú, þegar myrkrið eykst, að þá segir biblían að það muni koma fram maður sem biblían kallar, og við getum farið í annað Þessalónikubréf, mann syndarinnar. Hann kallaður maður syndarinnar. Hann kallaður líka lögleysinginn. Hann líka kallaður antikristur. Eða sá sem kemur, orðið antikristur þýðir sá sem kemur í staðinn fyrir Krist. Það að segja, menn taka við hans boðskap í stað þess að taka við boðskap Jesú Krists. Og það má segja að við lifum á tíma þessa lögleysingja í dag. Maður syndarinnar, hann hefur ekki opinberast, en það má segja, ég var að hugsa Elía, þegar hann var í eyðimörkinni að flýja og Guð kom þarna og stormur fyrir Guði sem tætti sundur klettana og Guð var ekki í storminum, en við sjáum ákveðin einkenni líka með þennan antikrist, öll þessi lygatákn sem í gangi, falsspámenn allstaðar. Mikið af þeim í Afríku, Bandaríkjónum, og áhrif þeirra flæða inn yfir okkur, og þeir gera tákn og undur, en þeir predika annan Jesú. Þeir eru með annað fagnaðarendi, og Pétursbréfið segir að þeir gera sér far að hafa þig að fé þú. Þeir vilja hafa af þér peninga. Þannig að þetta fylgir allt þessum antikrist anda. Þannig að við lifum á tíma lýginnar. Og ef við lesum hérna, mér langar að lesa bara fyrir ykkur hérna 4-5 vers í Þessalónikubréfinu. Það annað Þessalónikubréf, annar kafli. Þá segir, þriðja vers, látið engan villa yður á nokkurn hátt, því ekki kemur hann, þar að segja drottinn, nema frá hvar við komum fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann sonur glötunarinnar, sem nú setur sig á móti Guði, rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Og þetta vers hérna, við skoðum þessi vers aðeins, að hann maður syndarinnar, og þið getið séð í gömlu þýðingunni, þá segir að lögleysingin, hann birtist, og hann mun birtast, og við lesum þetta í Opinberunarbókinni, að hann mun koma fram, þessi maður, eða í mannsmynd. Hann sest í hásæti Guðs, og hann gerir sjálfan sig að Guði. Og margir trúa því að hann muni setjast í hásæti Guðs í Ísrael á sínum tíma, í musterinu þar, en það líka þessi andlega mynd að hann reynir að komast inn í Guðs ríkinu í gegnum falsspámenn, í gegnum lygara, í gegnum þá sem predika annan Jesú og boða annað fagnaðarendi. Og ég talaði það síðast, að þeir sem boða annað fagnaðarendi, þeir búa sér til þann Guð sem eins og þeir vilja hafa. Guð sem ekki lengur með kross, Guð sem ekki lengur með sprota, og Guð sem segir okkur að fólk sé án syndar. Það allir fæddir góður og allt gott og allt blessað. Þannig að við þurfum bara að kærleika Guðs, en við þurfum ekki að frelsast. Það í rauninni annar boðskapur sem gengur fram í dag. Og þetta allt saman, fylgir allt þessu flóði antikrist. Nú, ef við lesum vers 9 og 10,
þá sjáum við að lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklum krafti, lygatáknum, undrum. Með miklum krafti, lygatáknum og undrum, með alls konar ranglætisvélum. Ranglætisvélar er íslenska orðið, sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veitt ekki viðtök og elsku ekki sannleikann svo þeir mættu verða hólpnir. Það er sem sagt, Amplified Biblían segir, þar sem er talað ranglætisvélar, að hann kemur með unlimited seduction to evil. Að það eru ótakmarkuð ginning, tæling til að gera það sem illt er. Og við sjáum þetta allt í kringum okkur. Unga fólkið, að það þykir eðlilegt að vera bara pervert, það þykir eðlilegt að vera bara satanisti, það þykir eðlilegt að snúa sannleikanum á hvolf og bara vera sem, mest eða lengst frá öllu sem við höfum þekkt sem almennt velsæmi eða siðleysi. Og alltaf ef það kemur eitthvað svona rugl upp í þjóðfélaginu, einhver tekur svona skref til að ögra, að þá eru fréttastofurnar okkar tilbúnar að veita því brautargengi. Fréttastofurnar, ef einhver hegðar sér sérstaklega ósæmilega, þá er hann hetjan í fréttaheiminum. Og þetta er allt saman í rauninni verk antikrist andans. Það er verið að leggja hér farveg fyrir lygina, að fólk meðtaki lygina. Og Biblían, hún í raun og veru segir okkur þetta. Og vers 10 segir, með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast að þeir veitt ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikann. Ég hef skrifað hérna hjá mér, ef þú þekkir ekki hið ekta, ef þú þekkir ekki það sem er ekta, hvernig þekkir þá lygina? Og vandinn er að við höfum kynslóð í dag sem að þekkir ekki Jesú. Jesú þekkingunni á Guði hefur verið haldið frá henni á kerfisbundinn hátt. Þekkingunni á Guði hefur verið haldið frá þessari kynslóð og þess vegna þegar lygin kemur, þá þekkir hún ekki heldur lygina. Þá þekkir hún ekki heldur lygina. Og þetta er það þjóðfélag sem við lifum í. Í Orðskoðanum 6.23 segir að viðvörun er, hvernig segir það 6.23? Að lesa það, svo ég vitni ekki rangt í það. Orðskoðanum 6.23. Er einhver búinn að finna það? Já. Boðorð er lampi og viðvörun ljós og agandi áminningar leið til lífsins. Já. Boðorð er lampi, viðvörun ljós, agandi áminningar leið til lífsins. Og sjáðu, við erum að tala um þetta spámanlega orð, að það er ljós á myrkum stað. Það er ljós á myrkum stað. En hugsið ykkur, þegar þeir sem eiga að halda á ljósinu, slökkva á ljósinu, að þegar viðvörunin er tekin burt, við ótt að hugsa, þegar það er skurður á götu, hefur verið að grafa upp götu, þá setjum við vanlega búkka, svo er sett svona blikkandi ljós. Ef einhver tekur þetta í burtu, þá verða slys. Þá er einhver sem annarkvort eyðileggur bílinn sinn, eitthvað barn sem jafnvel gæti farið niður í skurðinn og mist líf sitt. Þannig að þegar viðvörunin er tekin í burtu, en það sem svo fáir sjá, að ef að við predikum annan Jesú, annað fagnaðarendi, þá erum við að taka viðvörunin í burtu. Ef við viljum ekki segja fólki að allir hafi syngað og skortir Guðs dýrð og að það þurfi að iðra synda sína, taka á móti Jesú Kristi sem frelsara sínum, ef að það vantar, að
þá erum við farin að predika annan Jesú. Og því miður, þá hljómar það þetta að allt í lagi, Guð, hann bara góður og þú ert góður eins og þú ert. Það er búið að setja vatnsdropa á höfuðið á þér, þannig að þú ert bara allt í lagi. Það skiptir engu máli hvað þú gerir. Og þetta er í rauninni boðskapurinn sem að svona íslenska þjóðin hefur fengið. Það hefur ekki verið predikuð iðrun. Samt þegar að prestur, hann er vígður, þá heitir hann því í votta viðurvist og í viðurvist biskups að predika iðrun. Það er lútersk kenning. Hann heitir því, ég hef hlustað á það, hann heitir því að predika iðrun og að menn þurfa iðrast og taka við Kristi sem frelsara. En er það þannig? Nei, því miður. Það er ekki þannig. Þannig að Jesús Kristur, hann sagði þessa tíma, hann sagði sá sem stöðugur stendur allt til enda, hann mun hólpinn verða. Og ég var að hugsa þetta spámanlega orða í Daniel, þá eru 2 ritningar sem að svona, mér finnst vera góðar. Jafnvel Daniel, hann sér fyrir endatímana. Hann er uppi, 700 árum fyrir Krist, 6 eða 700, ég man það ekki. 7. kafla 21. vers, ef við lesum það, þá segir, og hér er verið að tala um dýrið, eða hornið. Ég horfði á hvernig horn þetta háði stríðið hinna heilugu og þetta er mynd af manni syndarinnar eða lögleysingjanum að hann háði stríðið hinna heilugu og hafði sigur yfir þeim. Og flestir vilja segja að þetta muni gerast í þrengingunni miklu, en sjáðu, við sjáum eins og undanfaran af því í okkar þjóðfélagi að það er eins og þessi antikrist andi, hann hefur haft sigur yfir hinum heilugu. Á hvern hátt? Jú, hans myrkur virðist vera skærara, ég segja hans myrkur skín skærara heldur en ljósið okkar. Það virðist vera að það er svona undanfari að það er eins og heimsandinn hafi sigrað. Þess vegna finnst mér svo gott að lesa þetta spámanlega orð. Vegna þess að þó það líti út fyrir það, þá er það ekki þannig. Það segir hérna, ég horfði á hvernig horn þetta háði stríð við hinna heilugu og hafði sigur yfir þeim. Þar til er hinn aldraði koma hinnir heilugu, hins hæsta fengu náð rétti sínum, sá tími kom að hinnir heilugu settust að völdum. Sá tími kom að hinnir heilugu settust að völdum. Vantar. Er ekki hérna? Já, þetta er vers 21. Ég las vers 22, já, ok. Ég las vers 22 líka. Ég horfði á hvernig þetta horn háði stríð við hennar heilugu, hafði sigur yfir þeim, þar til hinn aldraði koma hinnir heilugu, hins hæsta fengu náð rétti sínum og hinnir heilugu settust af völdum. Þú hugsa, hérna er stríð og svona vesinn í gangi, svo allt í einu kemur bara hinn aldraði eða Guð og þá bara plubb. Það breytist allt. Að stríðið bara hættir, Guð kemur og allt breytist og hinnir heilugu, þeir bara settust að völdum. Takið eftir því. Að það kemur sá tími að hinnir heilugu, það erum við. Við munum settast að völdum. Amen. Þess vegna sagði Jesú að við ættum að vera þolgóð og þreyja, hvernig segir, og standa stöðug. Já. Síðan kemur vers 27. Ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru, og það er Írak, Íran, Sýrland, öll þessi ríki, öll ríki, munu gefin verða heilugum líð hins hæsta. Amen. Öll ríki verða gefin heilugum líð hins hæsta. Þá getur þú farið aftur til Íraks og sagt, heyrðu, hvað varst þú að segja, vinur minn?
Eitthvað svoleiðis. En ríki vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru mun gefi verða heilugum lýð hins hæsta, ríki hans mun verða eilíft ríki, öll veldi munu þjóna því og hlýða. Þannig að þetta er svona, þetta spámanlega orð að við, hinni kristnu, munum dag einn ríkja með Guði í þessum heimi. En þangað til að þá erum við þetta ljós sem skín á myrkum stað. Í Þessalónikubréfinu, 8. versinu, sem við lásum ekki áðan, þá sjáum við hvernig fer þegar að Jesús Kristur, síðara, annar kapli 8. vers, þá sjáum við hvernig fer þegar Jesús Kristur og lögleysingin hittast. Að lögleysingin, hann er hér og heldur að hann hafi allt vald á himni og jörðu og hann er að gera tákn og undur og það eru allir sem tilbiðja hann og allir konur með merki og enginn getur selt eða keypt nema hann leyfi, svo allt í einu vaknar hann upp við vondan draum að Drottinn Jesús mun tortíma með honum með anda munns síns og engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Þetta er seinni hlutin af versi 8. Það segir þá mun lögleysingin opinberast og honum mun Drottinn Jesús tortíma með anda munns síns og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Ok, þurfum við að vita þetta allt saman? Það er gott fyrir okkur að vita hvað er að gerast í kringum okkur og af hverju það er að gerast. Hvað Biblían segir okkur. Það er ekki nóg að heyra bara alltaf aðra hliðina, allt sé í himnalagi, af því að fólk á í baráttu. Og það er gott að vita af hverju við eigum í baráttu. Það er líka gott að vita hvernig endurinn verður. Það er líka gott að vita að Guðs ríki hið innra með mér hefur sigrað. Það er líka gott að vita það að allar mínar syndir, öll mín mistök, allar mínar röngu hugsanir, hvað sem það er, að ég get alltaf komið með það undir blóði Jesú Krists. Og þá stend ég upp sem sigurvegari. Það er sama hversu mér hefur mistekist, það er sama hvernig mér líður, hvað mér finnst ég vera mikill aumingi. Ef að aumingjadómur minn kemur undir blóð Jesú Krists, þá er ég meira en sigurvegari og ég sit með honum í himinhæðum. Amen. Og í þessu eigum við mikla uppörfun og mikla huggun að Jesús Kristur er okkar réttlæti. En það tekur ekki frá því að við lifum í heimi þar sem er þrenging og djöfullinn er að verka í þessum heimi og við erum ljósið sem skín. Guð hefur ákveðið það. Það er ekkert annað en ljós heldur en við. Við erum ljósið sem skín á þessum stað og þess vegna viljum við og ætlum að taka höndum saman og láta ljósið skína skærar. Í Jesaja 46, það er ritning þar, það eru 2 ritningar eftir, í 3. Þá segir, mér finnst þetta svo frábært, Jesaja 46, vers 10. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu. Sagði fyrirfram það sem eigi var enn komið. Þannig þegar Guð skapaði himinn og jörð, þá var hann líka búinn að ákveða hvernig allt myndi enda. Hann var líka búinn að ákveða, sem sagt okkar framtíð. Það var allt ákveðið. Amen. Þegar við byggjum hús,
þá erum við búin að ákveða, sem sagt, það er búið að teikna, við erum búin að ákveða, það er ekkert þegar við byrjum, en við erum búin að ákveða endurinn. Eða það er búið að ákveða. Og Guð var búin að ákveða þetta allt frá upphafi. Og það eru hérna 2 ritningar sem mig langar bara að gefa okkur, og það er 2. Tímóteusarbréf 4:5. Það er Páll að tala við Tímóteus og hann segir, vers 4. kafli vers 3, því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeirra þessar kennurum eftir eigin fýsnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Og við fáum svo sannarlega kitli í eyrun ef við viljum. Hún getur farið bara hvers sem og látið kitla á þér eyrun og borga fyrir það, að ljúga þér. Þannig er okkar þjóðfélag í dag. Svo segir, þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum, hverfað ævintýrum. En svo segir hann, vertu algáður, vertu edrú, andlega talað. Vertu edrú, vertu algáður, þolilt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Þannig að Páll er að segja að mitt í myrkrinu þá höldum við áfram að boða orð Guðs. Og síðasta versið, Filippíbréfið 2:13, það staðfesti það að þú ert ljósið. Filippíbréfið 2:13, ekki 2:13. Býtum nú við, 2:14-15. Þá segir, gjörið allt á þess að, 14, gjörið allt á þess að mögla á hika, til þess að þér verið óaðfinnanlegi hreini flekklaus Guðs börn meðal rangsnúnar gjörspiltrar kynslóðar, þér skínið hjá þeim eins og ljós í heiminum. Við skínum eins og ljós í þessum heimi. Og ljósið, það stendur fyrir sannleikan. Sannleikur er kraftur og þeir sem eru lærisveinar Jesú, þeir munu þekkja sannleikan og sannleikurinn gerur okkur alltaf frjáls. Hann gerur okkur alltaf frjáls. Alltaf frjáls. Sannleikur er kraftur sem gerir þig og mig frjálsan. Þannig að hið spámanlega orð, það er eins og ljós sem lýsir á myrkum stað og við erum þetta ljós með líf okkar, með orð okkar, með samfélagi okkar. Stundum, stundum segir fólk, ég þarf ekki að vera endilega, ég er alveg jafn frelsaður þó ég sé ekki að koma á samkomu eða svona. Já, það er alveg rétt. Sumir segja jafnvel í dag að Guð sé hættur að starfi gegnum kirkjuna, þurfum ekki að koma saman, við höfum bara að vera út á götunum og þar gerast tákn og undur. Og það er líka gott, það gerast tákn og undur ef við förum út á göturnar og biðjum fyrir fólki. En Biblían segir okkur að þeir komu saman, þeir ræktu samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar og Drottinn bætti daglega við í hópinn þeim sem frelsast létu. Og það er eitthvað við þetta þegar samfélagið verður þér svo mikils virði að þú elskar það og þú elskar að sjá systkini þín, þú elskar ekki endilega húsið sem hún kemur inn í, þú elskar að sjá systkini þín, elskar að vera með þeim, elskar að lofa Guð með þeim. Það er eitthvað við það samfélag sem dregur annað fólk að. Og eitt af því sem hann sagði, forstöðumaðurinn frá Newcastle, þeir voru að svara spurningum. Hann sagði, ég er ekkert góður í að fara út á göturnar og svona gera það eins og sumir gera. Og í okkar kirkju,
það hefur aldrei verið trúboð. En samt hefur hún vaxið umfram aðra kirkjur. Hvað er það sem að dregur fólk að? Jú, það er einn sem kemur, hann segir öðrum frá og hinn kemur, hann finnur sig heima. Og hann sagði okkur dæmi einn mann sem hafði verið breskur, sem hafði verið í stríðinu í Írak og hann hafði drepið marga menn og honum leið illa í sálu sinni. Og hann kemur þarna inn, hans upplifun var, ég er komin heim. Ég er komin heim, nú verður allt í lagi. Það kom bara lækning vegna þess að bara andi Guðs í húsinu, hann bauð hann velkomin, andi Guðs í húsinu umfaðmaði hann og hann var komin heim. Og ég trúi því það er alveg sama hvort við förum út á götur eða þetta, við þurfum öll að eiga heimili og það er kirkjan, það er samfélag okkar og þegar við rækjum það og þegar við bjóðum öðrum með að þá vex kirkjan. Þannig að við erum ljósið. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag en mér langar að ég var að hugsa á næstu kannski 2 sunnudaga að tala kirkjuna og hvernig, ef við tökum okkur saman, tökum höndum saman og segjum já, hvernig samfélag viljum við vera? Ég veit að fólk hefur fundið sér velkomið og það gleður mig. En ég trúi að við getum gert betur til þess að draga fólk að. Við þurfum að finna leiðina að fólk dragist að og fólk vilji koma. Að fólk vilji koma á samkomu, að fólk finni þessa tilfinningu, já, ég er komin heim, þetta er það sem ég var alltaf að leita að. Amen. Takk Drottinn fyrir að þú hjálpar okkur og Faðir þakka þér bara fyrir það að þú elskar þetta bæjarfélag og Faðir ég bara biðji í dag að ljósið okkar megi vera sterkara og það megi byrja að draga fólk saman. Faðir Guð og kirkjan, hún megi byrja að vaxa. Drottinn, ungir og gamlir. Faðir Guð, megi koma og finna, ég er komin heim. Ég er komin heim og hér vil ég vera. Drottinn, við þráum að vera ljós inn í þetta sjúka, spillta samfélag sem að brjóta niður líf fólksins, það svo margir Drottinn og Faðir við byggjum bara saman fyrir sérhverju heimili hérna í Reykjanesbæ, þar sem sorg, þar sem hefur verið misnotkun, þar sem drykkjuskapur, þar sem örbygð, þar sem örvænting, ó Guð. Drottinn við sameinumst í bæn á þessu augnabliki fyrir öllum heimilunum, Faðir Guð. Og við segjum, Drottinn minn, megi ríkið þitt koma, viljið þinn verða. Drottinn við tökum niður veldisbrota guðleysisins yfir þessu bæjarfélagi í nafni Jesú Krists. Og við segjum, Drottinn, þú ert okkar Guð, Drottinn, þú munt gjöra allt vel og Drottinn, þú hefur ætlað okkur og ætlar okkur að ríkja alla eilífð. Þess vegna lofum við þig, við tilbiðjum þig, mikli Jehóva Guð. Amen. Amen. Halleluja.